Fundastjóri og góður ráðstefnugestir. Ég alveg að kikna undan þessari ábyrgð sem að Bjarni varpaði hér á mig. Nú á ég að redda þessu. Og hann búinn að búa þarna til fullt af vandamálum fyrir ykkur. En ég ætla bara að taka upp þráðum þar sem hann var búinn að koma aðeins inn á. Einhverja hluta vegna þá ég nú með eitthvað lægri hitasumur heldur en hann var með í sínum dæmum, en það breytir ekki alveg öllu. Hérna sjáum við á myndinni til vinstri, þetta sem sagt meðalhiti og reyndar hefur aldrei tré dáið úr meðalhita eins og við vitum, en þannig að það ekki það sem vandamáli, en þetta sýnir meðalhitan á hitafarinu frá 1990 til 2020 fyrir nokkra staði. Og ég valdi staðina frá mismunandi landshlutum og líka svona öfgana eins og miðað við byggð ból, eins og Grímsstaðar á Fjöllum kannski það kaldasta sem við getum fundið á byggðu bóli, fyrir utan kannski Möðrudal. Og síðan sjáum við þarna hóla í Hornafirði, sem sennilega það svona mildasta sem við höfum. Og svo erum við með allt þarna á milli. Þarna Akureyri og það gæti líka alveg verið Egilsstaðir, það ekki mikill munur á því. En sem sagt, þetta sýnir bara meðalhitan í þessum mánuðum. Og svo þarna rauð lína sem kemur undir. Það sem sagt 5 gráðu viðmiðið. Og yfirleitt þá reiknum við ekki með að það sé mikið að gerast hjá tránum fyrir en að hitastigið fyrir að fara upp fyrir 5 gráður. Þá fer það að telja daggráður, það svona hefð fyrir að gera það þannig. Þannig að flatamál á þessum kúrfum sem eru fyrir ofan rauða strikið, það hitasumman sem að plönturnar hafa til þess að lifna, vaxa og ganga frá sér. Fjólubláu línurnar hins vegar, það sýnir svona það sem að hættan á frosti, svona miðjan maí, þá fer hættan á frosti að vera óveruleg yfirleitt og svo mánaðamótin september-október þá fer hún aftur að vera veruleg eða umtalsverð. Þannig að þetta svona sá rammi sem að trén þurfa að stilla sig inn á og hafa auðvitað gert það þar sem að loftslag hefur verið stöðugt langan tíma. Og hvert einasta tré með sína innri klukku og hún að mestulega í grófum dráttum þannig að það sem að ræður því að það lifna og missa frosthól, það hitafarið. Og það misjafnt við hversu mikinn hita eða hitasummu eins og við tölum hver einstaklingur lifnar. En síðan það aftur á móti daglengd eða næturlengd sem að ræður, sem að eru stiltar inn á hvenær eiga hægt að vaxa. Og þetta sem sagt þessi veðurfars aðlögun sem að allar plöntur búa yfir, sérstaklega tré. Og nú bara geturinn sjáðu einhvern mun á myndinni til hægri og vinstri. Þetta sem sagt hægri myndin, hún sýnir hitafar miðað við að þarna hafi þá orðið frá tímabilinu undan 2 gráðu hlýnun að vetrarlagi að meðaltali og 1 gráða sumri og svo 1,5 þá vor og haust. Og þið sjáu það að þarna fáum við meira flatamál fyrir ofan rauðlínuna. Og ég ætla bara að sýna ykkur þetta í tölum, þetta virkar svona frekar og ómerkileg breyting á myndunum kannski. En þetta þýðir það, ef við tölum hitasumuna sem var á tímabilinu 90 til 2020 fyrir þessa staði og bætur svo þessari 1 til 2 gráðum ofan á það, þá hækkar hitasumman þarna cirka 20 til 25% hygg ég, sem þetta gríðarleg breyting. Og ef að plönturnar ná að nýta þessa hitasummu aukningu til fulls og aðlaga sig henni, þá erum við líka að tala samsvarandi vöxt á þessari stærðargráðu. Þannig að þetta svona bæði gott og slæmt og þetta sýnir líka til dæmis bara aukin tækifæri í kornrækt, ekki spurning, þó svo að við séum ekki að meta inn öfga í veðurfari, þá þetta auðvitað tækifæri. Og svo ef við skoðum lengd vaxtartímans, þá sjáum við að hann líka aukast kannski kringum mánuð eða jafnvel ríflega mánuð sem staðar. Þannig að þetta gríðarleg breyting þarna. En breytingin sem kannski erfiðust að eiga við, það hitasumma sem verður snemma á vorin. Við fengum nú bara dálítið góðan, var þetta ekki í febrúar sem að hlýnaði nú allverulega og það mátti ekki mikið út að bera. Ef við hefum fengið þetta viku í viðbót, þá hefðu sumar tegundir verið farnar að missa frosthól til dæmis í ár. Þannig að við sjáum það að ef við bætum þessum 2 gráðum ofan á, þá hitasumman snemma á vorin á Akureyri og Hólum í Dýrafirði. Hún orðin svipuð og hún var á Hólum í Hornafirði og Reykjavík. Og við vitum alveg að það hefur áhrif á sumar tegundir. Þannig að þetta mikil breyting.
Þannig það fyrst og fremst vorið sem við þurfum að hugsa það ekki, vandamáli verður ekki á haustinu því við erum sennilega að fara að fá lengra sumar og seinna frost, það vorið sem við þurfum að hugsa og þannig ég ætla að einbeita mér að því núna áfram. Bara til að klára þennan samanburð þá eru þarna línurnar á myndinni til vinstri, þá erum við með Hóla í Hornafirði eins og þetta var á tímabilinu 90 til 2020, svo hef ég lagt Akureyri með framtíðarspánu ofan á. Og þá sjáum við það að ef hún gengur eftir, þá hitafærið að vetri til á Akureyri, það að fara að verða eins og það í dag í Hornafirði. Og við getum bara ímyndað okkur hversu mikill munur það Og svo svolítið gaman með Grímsstað á Fjöllum, þarna að verða tækifæri því að það farið að nálgast mjög, þarna Akureyri eins og það var 30 ár aftur í tímann, eða síðustu 30 ár, en Grímsstaði miðað við hlýnun og þær falla, það að segja þær fylgjast vel að þessar línur og Grímsstaðir mjög farið að nálgast Akureyri. Og þetta þýðir rauninni það að við erum að fara að velja efni við til framtíðar fyrir, segjum bara Akureyri, Egilsstaði, uppsveitir Árnessýslu og Borgarfjörð. Þá erum við að fara ekki að taka mið af ræktunarreynslu þar síðustu 30 ára, heldur eigum við að skoða ræktunarreynslu kannski það sem meira á Suðausturlandi síðustu 30 ára, því að þangað erum við að stefna með þau svæði. En fyrir Grímsstað á Fjöllum þá getum við skoða hvað gengur best á Akureyri í dag. En það misjafnt hvernig trjátegundir munu tækla þetta og við þekkjum það bara býsna vel, bæði frá okkar reynslu og líka frá erlendri reynslu. Og hérna upp úr gamalli breskri grein sem að sýnir, ef þið horfið þarna efst þá sjáum við þarna janúar, febrúar og mars merkt inn. Og þetta sýnir sem sagt þá hitasummu sem að þarna mismunandi tegundir þurfa til þess að lifna. Þannig að það svona ákveðin tregða í gangi. Það þurfa að hafa gengið í gegnum vetur til þess að lifna. Ef það hafa ekki fengið sinn vetur þá þarf meiri hita til að koma þeim í gang. Og þetta einkennandi fyrir tegundir sem vaxa til dæmis með strönd, eru svona hafræn. Þau eru með mikið af svona tregðu innbyggða til þess að koma í veg fyrir þessu að lifna ótímabært. Og ef þið sjáu þessa línu sem stendur grúp 1 þarna, þá það til dæmis fyrir beiki, þið sjáu að það mjög mikil tregðaði því til að lifna í janúar en hún svona fjarar rólega út í apríl og það þarf samt dálítið háa hitasummu til þess að koma því af stað. Línu sem þarna nefnt hópur 2, það sitkagreni. Og það eins með það tiltölulega vel varið gagnvart ótímabærum vetrarhlýjendum. Og svo þarna hengibyrki og reyniviður og ég hugsa að íslenska byrki geti líka farið inn í þennan þriðja hóp þarna. Þegar það komið fram í mars þá svona tregðan farin að minnka til þess að lifna. Þetta skiptir mjög miklu máli einmitt ef við erum fara að fá mikið að heitum útmánuðum að þetta sé til staðar. Þannig að við þekkjum það alveg frá byrkjunu að það lætur ekki svo auðveldlega að plata sig. Og Evrópulerki, það mun tregara til dæmis heldur en rússalerki. Ég kem meira inn á það á eftir, það hérna grúpu 4. En síðan erum við hér með 2 tegundir sem við erum að nota mjög mikið. Það Alaskaösp og Síberíulerki eða rússalerki. Og við þekkjum það alveg frá reynslunni þegar við höfum fengið mjög hlýja mánuði, kannski mars, apríl, þá hafa þessar tegundir farið í gang og stundum hafa orðið umtalsverðar skemmdir. Þannig að þetta eru tegundirnar sem við þurfum fyrst og fremst að skoða. Nú, varðandi aðlögunarhæfnina, þá breytir auðvitað öllu að við séum með góðan erfðabreytileika. Erfðabreytileikin það svigrúm sem að náttúran og við í kynbótum höfum til þess að vinna úr. Þannig að ef það engin erfðabreytileiki þá ekkert svigrúm til úrvals. Og tegundir sem eru með, ég segi þarna stoppstærð en við erum að tala mikla útbreiðslu, vaxa við mjög breytileg skilyrði, það eru með mikinn erfðabreytileika yfirleitt líka. Og það sé ekki algilt, þá það svona almennt. Og þetta skiptir svona þróunarsaga einhverju máli, til dæmis þó svo að íslenska blæöspin myndi allt í einu fara að breiðast út allt land í dag, þá breytir það ekki því að hún myndi vera bara frá kannski einhverjum 10 einstaklingum. Þannig að það verður aldrei mikill erfðabreytileiki í þeim stofni.
Þannig ef þeir hafa farið í gegnum svona flöskuhálsa þá hefur það áhrif. En sem sagt, þetta erfðabreytileikinn hann ræður því hvort að við höfum svigrúm fyrir kynbætur eða náttúran hafi svigrúm til úrvals. Og svo skiptir líka mjög miklu máli, og þetta þetta ákveðið vandamál í kynbætum í skógrækt, að það að kynslóðabilið svo langt stundum. Eins og ég hef verið að vinna með fjallaþinn og það er talað að það séu 30 ára að verða kynþroska, þannig að maður fær bara eitt tækifæri og ef það klikkar þá hefur maður klúðrað starfsferlinum. En kannski gerist það bara svo seint að það kemst enginn að því fyrir ég allur. En verkefni okkar samt það þegar við erum að velja þetta efni. Við verðum að passa upp á að við höfum erfðabreytileika og úrvalið sem við erum að fara að gera, að við séum að velja í áttina að því veðurfari sem við teljum okkur vita að sé að koma. Og svo þetta hjálpar það okkur mjög mikið að við getum stytt þetta kynslóðabil og það getum við þetta gert með ýmsum tryggsum, en þá þurfum við líka gróðurhús og aðstöðu til þess. Og ég ætla bara að renna núna í gegnum þessar okkar helstu tegundir, ég held ég hafi ekki tíma í neitt meira en það, og bara byrja á birkinu. Nú ég að sýna ykkur aftur glærun sem ég sýndi á síðustu ráðstefnu, sem að sýnir það í þessari stóru kvæmatilraun að birkið frá Suðausturlandi og Suðvesturlandi var almennt með bestu lifunina. Það virðist hafa besta aðlögun sama hvar það gróðursett. Ekkert bara heima hjá sér, heldur líka annars staðar. Og það þýðir það mjög jákvætt vegna þess að þetta þá birki sem upprunnið á svæðum þar sem að veðurfar sem að við höldum að muni koma annars staðar á landinu. Þannig að þetta að sömuleyti jákvætt. Og við sáum það líka að embla virðist hafa skilað ákveðnum kynbóta árangri varðandi bæði form en líka bara mikið vöxt. Þannig að kynbætur virka á birkið. Og ég tel að við munum bara áfram vinna með úrval frá emblu og reyna að bæta inn í klónum sem eru frá Bæjarstaðabirki og líka frá Steinadal og Þingvöllum og Þórsmörk og fleiri stöðum til þess að auka erfðabreytileikann. Það er ekki bara fjöldi klóna sem að ræður erfðabreytileikanum, heldur miklu frekar hversu ólíkir klónarnir eru sem að við erum að rækta fræ af. Og ef við tökum sitkagreinir, að þá það með gríðarlega stórt útbreiðslusvæði í heimalandinu og við erum auðvitað búin að flytja inn mjög mörg mismunandi kvæmi, bæði í skógrækt og líka í tilraunum. Þannig að við erum komin með mjög mikinn erfðabreytileika hér og við þekkjum sitkagreinir mjög vel. Og við höfum ekki mestar ágjörð því gagnvart þessari vetrarhlýnun. Það sennilega það sem best aðlagað og það getum myndað fræ hér utandyra. Og þess vegna komið frægarður á tumastöðum sem við eigum að geta bætt við. Vandamáli kannski með greinið að það gríðarlega langt kynslóðabil, þannig að við getum ekki, það svona tekur tíma að kynbæta það, en ég held að þetta sé ekki tegund sem við þurfum að hafa miklar áhyggjur af. Þarna sjáum við mynd úr kvæmatilraun sem að sýnir bara breytileikann sem þarna og það getur vel verið að þessi sem eru kalin þarna í forgrunni að þetta verði framtíðarkynbótatré, því að þau hafa sennilega kalið að þau hafa verið að vaxa aðeins og lengi inn í haustið, en kannski hætti það að vera vandamál. Þannig við þurfum að hlúa að núverandi frægarði og það ekkert vandamál, við getum alltaf flutt okkur í suðlægara efni og við vitum af efni í til dæmis bara Danmörku, við erum auðvitað á leiðinni þá átt og Suður-Skandinavíu sem við getum þá gripið til ef að það sem við höfum hér dugar ekki til. Og ég myndi segja að stafaföran væri í svona ekki alveg ólíkri stöðu og sitkagreinið. Við erum komin með allmikinn erfðabreytileika í því efni sem við höfum prófað hérlendis þó svo að það sé aðalega skagveig sem að ber af og það hefur ekki verið vandamál með frost, hvorki vor eða haust. Og við höfum líka aðgang að sænsku efni þarna sem við erum búin að vera að prófa aðeins. Við erum að nota norðlægasta hlutann úr því í dag sem að heitir Nelinga Oppala sem við ekki kannast við það og við getum bara farið í næsta frægarð við hliðina og farið að prófa hann núna jafnt og þétt til þess að sjá hvort að það sé þá eitthvað sem við getum notað í framtíðinni. Þannig að við höfum aðgang að efni annars staðar líka. En það sem sagt mjög auðvelt að fá gott fræ af stafafuru, svona reglubundið hér og kynslóðabilið svona hóflegt. Hún byrjar að mynda eða verður kynþroska svona yfir 20 ára aldur sem nú frekar lítið í bartrjánum.
en við þurfum að reyna að koma okkur upp góðum íslenskum frægarði og okkur hefur gengið svolítið illa með ágræðsluna en ég vona að við séum að fara að ná tökum á því. Þannig við munum keyra áfram á úrval frá Skagvegi og getum svo bætt inn í það mjög góðum klónum til að þróa frægarðin áfram. Og Alaska ösp, það eins með það, við erum komið mjög mikið efni af Alaska ösp. Meira segja nýlega barst viðbótarefni og það hefur verið í kynbótum og með vígslunum einmitt þá getum við fjölgað þessum klónum alltaf og núna einmitt verið að prófa svona efnilega riðþolna klóna til að bregðast við sjúkdómi sem að getur orðið stærra vandamáli í framtíðinni. Og af því að þetta klónaskógrækt þá þurfum við að passa okkur á því að vera með dálítinn fjölda klóna í umferð. Við megum ekki treysta á 5 eða 6 klóna, við verum helst að vera með svona 20-30 og reyna að skipta þeim út í jafnóðum og nýjir betri vera til. Og hérna sjáum við einmitt prófun á þessu riðþolna efni á mjög erfiðu landi. Þannig að við erum að prófa það við alls konar aðstæður. Þannig leið og við erum komið með nýtt sett af klónum sem við getum mælt með, þá þurfum við að fara að hefja undirbúning á kynbótum. Og þá komið að lerkinu, og eins og við kannski tóku eftir þá hrökkið hans við að Arnór gerir ráð fyrir frekar minnkandi lerkinótkun og það alveg rétt, sko framtíð rússalerkis mjög ótrygg, það bara fyrir það að það lifnar mjög auðveldlega að vetrarlagi. Það eiginlega engar hömlur innbyggt í rússalerkið. Þannig að við erum á leiðinni frá rússalerki yfir í Evrópulerki og við vitum líka að við munum ekki fá rússalerki keypt í framtíðinni. Það lítur mjög illa út, bæði fyrir að það gengur illa að fá gott fræ í Svíþjóð og Finnlandi og svo erum við svo óheppin að þeir eru farnir að hafa áhuga á því að nýta fræðið sitt sjálfir. Það náttúrulega tómt vesen. Þannig að þeir vilja ekki selja okkur. Þannig að það væri bara stórt slys fyrir íslenska skógrækt ef að við förum að missa lerkið út. Og eins og ég gerir ráð fyrir að flest eitthvað viti að þá erum við með framleiðslu sem svona kannski afrakstur vinnu skógræktarstjóra á hans fyrstu árum í skógræktinni. Það þetta fræhús þar sem er framleiddur þessi lerkiblendingur. Þetta svona, hann hefur eiginlega kosti beggja foreldra, Evrópulerkis og rússalerkis. Það að segja, hann lætur ekki plata sig of snemma á vorin og hann vex ekkert allt og langt inn í haustið. Þetta svona millistig, nema hann hefur það umfram báða foreldrana, hann vex tvöfalt hraðar. Og þetta tegund sem að getur vaxið næstu jafnmikið á Rírulandi eins og Alaska ösp gerir á Frjóulandi. Og þetta tegund sem við getum ekki bara notað á Norður- og Austurlandi eins og rússalerki, heldur getum við notað þetta land allt og við þurfum bara mjög mikið á þessara tegund að halda. Vandamálið liggur í því að við getum ekki sinnt innanlandsþörf á fræi í þessu eina húsi, þannig að við þurfum að auka afkastagetuna á fræi með einhverjum ráðum. Þetta held ég að sé svona það mikilvægasta sem við getum gert í íslenskri skógrækt í dag, það að tryggja að við getum framleitt meira af þessu fræi og líka ef við höfum þetta hús þá getum við þróað þennan blending áfram með kynbótum á Evrópulerkinu sér og rússalerkinu sér sem að við síðan vígslum saman og mögulega verður þörf fyrir það í framtíðin að auka alltaf jafnt og þétt hlutdeild Evrópulerkisins í þessu. En við erum komið með sem sagt frægar utandyra í Evrópulerki og þegar að þessi hlýnun nú gengin eftir sem að verður auðvitað nánast hamfara hlýnun ef að spár bjarna ganga eftir, þá erum við sem sagt tilbúið með Evrópulerki frækar sem að verður kannski farin að gefa fræ. En sem sagt, ef þið munið ekkert að þessi ég sagði í dag, þá þurfum við bara að muna þetta tvennt sem við þurfum að gera. Það að við þurfum að fjölga tilraunum á Suðausturlandi vegna þess að þangað erum við að stefna dálítið mikið með stóran hluta landsins í veðurfari og við verðum að auka framleiðslu á hreim með öllum ráðum. Takk fyrir.